Komið sæl. Frábært að vera hérna hjá okkur í dag. Það er æðislegt að sjá okkur öll. Ég vil óska ykkur til hamingju með daginn. Ég sé hérna ótrúlega mörg andlit sem ég þekki frá stofnunum, frá fyrirtækjum í atvinnulífinu, einstaklingar sem að láta sig þessa stafræna þróun varða og ég vil byrja á það að segja takk fyrir ykkar framlag. Eins og Bjarni sagði hérna áðan, þetta er samheldið átak sem við vinnum öll saman og það er ykkar allra að lyfta þessu grettistaki. En ég ætla að tala hérna nokkra hluti í dag, nokkur stafræn skref inn í framtíðina. Ég ætla að tala stafræn verkefni og lýsa nokkrum af þessum verkefnum sem við höfum verið að vinna að og þessum árangri sem við höfum náð. Ég ætla líka að fjalla stafrænar stofnanir og hvað skref stafrænar stofnanir geta tekið og hafa verið að taka. Og lokum ætla ég aðeins að velta upp þessari spurningu, hvað þýðir það að Ísland verði stafræn? Hvað þýðir það að vera númer 1 í heiminum í stafrænni þjónustunu? Hvað þýðir það raunverulega fyrir okkur? En ég ætla að byrja að svara þessu. Ég var að fletta hérna á Facebook-feedinu mínu í fyrradag og þá kom þessi ágæta spurning upp. Tengja hvað? Hvað erum við að tengja ríki við? Og mér fannst bara ágætt að byrja á þessari spurningu, að svara henni hér og nú, hvað erum við að tengja? Jú, við erum að tengja ríkið við fólk og fyrirtæki, við erum að tengja saman stofnanir og við erum að tengja gögn frá ólíkum aðilum saman. Þannig að við erum að, þarna segjum við samantektina því hvað erum við að tengja, þetta er það sem við erum að tengja. En hvernig gengur þetta? Við settum okkur það markmið að komast í fremstu röð. Og eins og Bjarni nefndi hér áðan, að þá höfum við verið að færast upp þessa alþjóðlegu lista. Og ég ætla bara að segja það hér fullum fetum, að það er ekki lengur markmið að komast í fremstu röð. Við erum komin í fremstu röð. Við erum ekki komin á toppinn, en við erum komin núna í 4. sæti á meðal Evrópuþjóða, þegar borið er saman stafræn þjónusta hins opinbera. Og á lista Sameinuðu þjóðanna sem eru borin saman 192 lönd, þá höfum við verið að færast einnig upp. Það er gerð sú könnun á 2 ára fresti og við bíðum spennt að sjá hvar við verðum núna í ár. Þannig að árangurinn er þarna, en hvað þýðir það að komast ennþá lengra? Hvað þýðir það fyrir okkur sem borgara og stofnanir í þessu landi? En mér langar þá aðeins að segja ykkur hvernig nálgun við tókum. Til þess að umbreyta ríkinu. Þá var ekki nóg að gera hlutina eins og voru gerðir áður. Það held ég hafa öllum verið ljóst. Það krafðist nýrrar nálgunar. Þessi eining okkar stafrænt Ísland var búin til og það voru nokkur atriði sem ég tel að hafi skipt lykilmáli. Markmiðin voru skýr og við fengum skýrt umboð frá ríkisstjórninni til athafna. Við höfum sjálfstæði og frelsi til þess að láta verkin tala. Það voru settir raunverulegir fjármunir í þessi verkefni sem skipta máli og við höfum byggt upp net af fólki. Okkar teymi er lítið, 12 manns í stafrænu Íslandi. En þið öll hér, yfir 100 manns úr atvinnulífinu sem að vinna þessu verkefni með okkur og mörg 100 manns innan stofnana ríkisins og sveitarfélaga. Þannig að þetta er heill her af flottu fólki sem að vinna með okkur. Og það eru 20 teymi, við fórum hér nýja nálgun í útboðsmálum og það eru 234 stofnanir og sveitarfélög. Þannig að þið sjáið að þetta er flókið verkefni sem krafðist þessara nýju nálgunar. En það var ekki nóg að vera ný nálgun, það þurfti nýja hugsun. Og hugtök sem hafa ekki kannski þekkst hjá hinu opinbera víða áður. Eins og opin hugbúnaður. Allur okkar kóði er opin og frýr og hver sem getur nýtt sér þann kóða, hvort sem það er einstaklingur, fyrirtæki eða háskóli. Það myndi engu sprotafyrirtæki eða nýsköpunarfyrirtæki detta í hug neitt annað en að byggja sína lausnir í skýinu. Við erum að lyfta ríkinu upp í skýið, upp í nútímann. Og við ætlum að tengja ríkið með vefþjónustum. Við mörg okkar sem hefum unnið í hugbúnaðargeiranum lengi
Okkur finnst það alveg ótrúlega skrítið að vera ennþá með pappír og senda pappír á milli staða, keyrandi með pappír og þar einn starfsmaður sem að pikkar út og prentar og svo í næstu stofnun þar annar starfsmaður sem pikkar inn sömu gögn í næsta kerfi. Við erum orðin vön því, vefþjónusturnar eiga að tala, við erum að byggja upp núna komið yfir 30 vefþjónustur sem eru skráðar á island.is og við erum rétt að byrja. Og svo það útboð. Við settum okkur það markmið að vera til fyrirmyndar þegar kemur útboðum. Ríkið hefur, ef maður horfir á söguna síðustu áratugi, verið afskaplega lélegt í því hvernig á að bjóða út hugbúnað, gera það með reglubundum og skilvirkum hætti. Við erum ennþá að læra og þá fullt af hlutum eftir að við höfum eftir að gera miklu betur í þessum efnum. En fyrsta skrefið að segja það upphátt að við ætlum að gera betur og við þurfum að gera miklu betur. Vegna þess að ávinningurinn, hann okkar allra. Við erum að spara tíma, ótrúlegan tíma. Þegar við öll sóttum einhverja þjónustu á ríkinu og bölvaði í hljóði hversu langan tíma það tók. Ekki rétt hjá mér? Má ég sjá, rétt upp hönd. Einmitt. Og við erum mörg hver okkar að vinna hjá ríkinu. Við erum öll að vilja gerð. Ég hef ekki ennþá hitt þann ríkisstarfsmann sem vill ekki gera betur. Sem vill ekki gera hlutina skilvirkar og hraðari. En það eitthvað svona að segja og tregða í kerfinu sem að gera þetta erfitt. Nú við spörum líka pening og minnkum sóum, aukum framleiðni í kerfinu. Vegna þess að það eru stór tækifæri til að gera miklu betur. Nýta peningun okkar betur. Það farið þangað sem er raunverulega heima en ekki í óþarfa vinnu, handavinnu og hluti sem hægt að sjálfvirkni vaða. Og síðast en ekki síst hefur þetta jákvæð umhverfisáhrif. Við erum að spara pappír, kolefnisfótspor og tíma. Og bara stutt dæmi, það var nú gaman að fundarstjóri nefndi þetta dæmi hérna áðan og hitti vel á að hún hafi þarna akkurat á milli daga þá höfum við opnað þetta ferli í samvinnu við Vinnumálastofnun og Fæðingarorlofssjóð. Þarna auðvitað eitt flott ferli sem að komið núna í gagnið, en þá verið að vinna að bæta við fleiri þáttum og eins og við þekkjum í hugbúnaðarþróun, þetta eru stöðugar ítranir. Og bara þetta dæmi, við erum að sækja þarna í þessari lausn, þar sem báðir foreldrar geta farið saman inn í umsóknina, deilt gögnum, öll gögn eru sótt frá þjóðskrá, frá skattinum, frá heilbrigðiskerfinu. Það þarf enginn að sækja pappíra, það þarf ekki að sækja vottorð frá ljósmóður settan fæðingardag, við fáum þetta út í kerfinu og allt fer þetta til Fæðingarorlofssjóðs sem síðan vinnur úr umsókninni. Annað dæmi. Við hugsum kannski að það ökunám, stafrænt ökuskírteini. Við erum komið með það, ekki satt? Það þá búið? Nei. Stafrænt ökunám. Og við okkar sem lærðum að keyra fyrir allokkur síðan, við munum kannski ekki eftir því, en ökukennarar eru með bækur sem það skrifa tíman í. Það ennþá þannig á mjög mörgum stöðum og þetta rosalega handvirkt ferli. Við erum að keyra þetta í gegn á island.is með samgöngustofu, sýslumönnum, ríkislögreglustjóra og fleirum. Og maður hugsa, þetta nú kannski ekkert svo flókið ferli en býtu við. Þetta svolítið flókið ferli. Og það eru svolítið margir aðilar sem koma að þessu ferli. Þetta bara svona smá innsýn, ég ætla alls ekki að rekja þetta ferli hér og nú, en þetta gefur ykkur til kynna hversu margir aðilar. Það ökunemandinn, það ökuskólinn, það samgöngustofa, það sýslumenn, það frumherji, það ökuskólar, það ríkislögreglustjóri, það eru margir sem koma að þessum ferlum. Þannig að það þarf oft ansi mörg púsluspil til þess að fylla upp í myndina og ná að klára þessar stafrænu lausnir frá A til Ö. Og það rosalega gaman að sjá það að verða veruleika. Og margt af þessu núna að þróast inn í island.is appið. Við kynntum það hér í fyrra, það komið út og ég vona að þið séu flest komin með það. Þar þetta að nálgast stafræna pósthólfið og ýmsar umsóknir. Við erum rétt að byrja. Núna á næstunni verða kynnt fleiri stafræn skírteini. Vinnuvélaskírteini nú þegar komið. Við erum að skoða örorkuskírteini, dvalarleyfisskírteini, skotvopnaskírteini á næstu grösum og svo mætti áfram telja. En hvernig væri líka
í stað þess að fá sekt þegar maður gleymir að fara með til dæmis bílinn í skoðun. Einhver hérna sem hafa lent í því. Hvernig var að fá bara tilkynningu í Ísland.is appið, heyrðu, bíllinn á að fara í skoðun í næsta mánuði, vegabréfið þetta að renna út, við þurfum að endurhugsa opinbera þjónustu, þá á ekki alltaf að vera notandinn sem sækir þjónustuna og veit hvert hann á að leita, við getum í staðinn boðið þjónustuna og sagt, heyrðu, þú átt rétt á þessum bótum, þú átt rétt á fæðingarorlofi, þú átt rétt á þessari þjónustu og bent fólki á það. Og þarna má líka nálgast gögnin okkur, fjölskylduna mína, bílana, fasteignirnar og svo framvegis. Að raunverulega vera með ríkið í vasanum. Og eitt verkefni að lokum, það eru vefir stofnana sem að nefnt var hér áðan, sömuleiðis. Það eru 300.000 heimsóknir á Ísland.is og 300.000 aðilar sem heimsækja Ísland.is og 900.000 heimsóknir á mánuði. Og þarna erum við smám saman að safna allri opinberri þjónustu á eitt stað. Og við erum mjög stolt af því að bjóða velkomnar stofnanir, sýslumenn riðu á vaðið með að koma með sinn vef á Ísland.is. En nú eru sjúkratryggingar komnar, Útlendingastofnun komin inn, Heilbrigðisstofnun Norðurlands var að detta inn og það eru á annan tug stofnana sem eru núna með verkefni í vinnslu í samvinnu við okkur að koma upplýsingum á aðgengilegan hátt, notendavænan hátt með sama aðgengi fyrir alla inn á Ísland.is. Og þetta ansi mikið og ef við hugsum aftur, notenda með að hönnun, hugsum frá notendanum, 234 stofnanir og sveitarfélög, ég hef ekki hugmynd hvert ég á að leita þjónustunni. Enda eru 986 þjónustuferli inn á Ísland.is. Og ég get alveg lofað ykkur að þetta eru ekki öll ferlin sem eru til staðar. Þau eru orðin misstafræn. Fyrsta skrefið að vera með allar upplýsingar á einum stað. Ríflega helminguna þessum orðin stafræn. Sumir orðin alveg sjálfvirk. Það verk að vinna áfram. Og þá langar maður að deila með ykkur hvernig skölum við þetta upp. Vegna þess að það alveg ljóst í mínum huga að það gerum við ekki með litlu teymi, stafrænt Ísland, við ætlum ekki að vinna allir þessi ferli. Við erum að hugsa núna, og höfum sagt þetta áður, hugsa lausnir og þjónustu framboð fyrir stofnanir ríkisins. Þetta ykkar verkfærakista. Við höfum búið til tól og lausnir til þess að nota. Vegna þess að við erum allt of duglegir í því að reyna að finna upp hjólið. Ég held að þetta sé eitthvað svona smá íslenskt í okkur. Það smá bjartur í sumarhúsum í okkur öllum. Við erum allt of duglegir að finna upp hjólið. Og við verðum að hætta því. Vinnum saman, notum staðlaða lausnir sem að til eru og hérna eru dæmi þær lausnir sem við erum að bjóða stofnunum og markmiðið að þessar lausnir séu nánast þetta afgreiða sig í sjálfsafgreiðslu. Þannig að stofnun geti sjálf sett upp þessar lausnir, bætt við þar og svo framvegis. Og það hægt að sækja þessar lausnir og það verður talað margar þessar lausna hér betur í dag. En mér langar þá að segja ykkur frá því að við ætlum að kynna hér í dag stafræn skref. Við erum með þessar lausnir í boði og við erum að mæla hvernig við stöndum okkur í alþjóðlegum samanburði. Okkur langar líka til þess að skoða hvernig stofnunum gengur að stíga þessi skref og hvetja fólk áfram. Og við ætlum að kynna hér í dag stafræn skref og við munum síðan á næstunni birta lista og segja betur frá þessu. Og við ætlum bara að vera opin með þetta. Hvernig gengur að taka þessar lausnir í gagnið? Þannig að við ætlum að kynna þessi stafrænu skref sem eru þá 9 punktar. Þannig að stofnanir, þegar þær byrja að taka upp þessar lausnir og nýta sér stafræna þjónustu og bæta þeim í sitt framboð, að þá smá saman safna þau punktum og við getum þá séð hvar tækifærin eru til að gera betur og hvernig við erum að standa okkur. Og hér í lok dags ætla ég að veita 3 viðurkenningar stofnunum sem eru farin að taka skýr og öflug skref. Og ég vil reyndar segja það að þó að við séum að veita 3 hér viðurkenningu, að þá má segja mikill meirihluti stofnana, finn ég í mínu starfi.
eru virkilega að taka við sér og eru að hugsa hvernig þau geta breytt sínum ferlum, þjálfa fólki sitt upp og orðið meira stafræn í takt við tímann. Þannig þetta eru lausnirnar. En ég nefndi hér í upphafi, hvað þýðir þetta raunverulega? Auðvitað er það frábært markmið að verða númer 1 í heiminum. En auðvitað er það þjónustan sem skiptir máli. Og ég hef verið að hugsa þetta aðeins undanfarið og svona hugsa hvernig við getum horft á þetta. Og ég ákvað að teikna upp þennan stafræna þarfapíramída. Og til þess að reyna aðeins að varpa ljósa hvar við erum stödd og hvernig ég sé framtíðin að þróast og hvað raunverulega þýðir að verða í fremstu röð. Og grunnþarfinnar eru einfaldlega nettenging og fjarskipti. Við þurfum að vera tengt. Það eru grunnþarfinnar okkar. Flest okkar vaknum á morgnana, kíkjum á símtækið okkar, síðasta sem við leggjum frá okkur þegar við förum að sofa. Við þurfum að vera tengt. Við þurfum að vera tengt alheiminum. Næsta skref, eins og við kannski byrjuðum á Ísland.is, bara að séu aðgengilegar upplýsingar. Að ég viti hvert ég að fara, að við horfum á lífsviðburði út frá notendanum, hvort það er að fæða barn, að læra að keyra á bíl, fara í skóla, fara á eftirlaun, að veikjast, að látast. Allir þessi lífsviðburðir, það eru margar stofnanir sem koma að þeim. Og bara það eitt og sér að vita hvert maður á að leita er gott skref. Þegar við komum upplýsingarnar, þá getum við fara að horfa aðeins lengra og sagt stafrænar umsóknir og öruggt gagna. Og eins og við kannski heyrt af þessum verkefnum sem ég var að lýsa, þá myndi ég segja að stærstu leyti eru við þarna. Það er rosalega mikil áhersla núna, við erum auðvitað að gera þessar lausnir stafrænar, við viljum hætta að þurfa að mæta á staðinn og skrifa undir á pappír. Bara gera þessar umsóknir stafræn og leyfa gögnunum að flæða á milli á öruggan hátt. Þegar gögnin eru komin og þegar þessi grunnþörf er leyst, þá getum við leyst úr læðingi ótrúlega spennandi hluti. Þá getum við fara að nýta gervigreindina til að taka betri ákvarðanir, stýra fjármunum ríkisins betur til að mynda í heilbrigðiskerfinu eða öðrum gegnumflæðiskerfum. Dreifð kerfi, stafrænar eignir, framvirkar þjónustur, snjallir samningar. Ótrúlega mörg tækifæri í því, en við erum ekki alveg komin þangað ennþá. Þannig að við sjáum hvert við erum að fara. Þarna eru risa tækifæri. Og það má segja að á toppnum er það sem ég kalla stafrænar almannavörur. Þarna erum við farin að gefa tilbaka til samfélagsins, bæði hér heima og alþjóðlega. Þetta á bæði með því að deila með okkur eigin kerfum. Getum við tekið ykkur af þessum kerfum sem við erum að þróa hér innan lands og leyft öðrum þjóðum, þróunarlöndum, að njóta góðs af þeim. Þetta snýst líka hluti eins og stafrænan ríkisborgararétt, nú eða stafrænan kosningarétt og svo framvegis. Þannig að það eru þarna fjölmörg tækifæri til þess að láta gott af ykkur leiða með tækninni. Þannig að ég vona að þetta svona útskýri aðeins hvar við erum stödd, við nóg eftir. En ég vil enda þetta á því að segja að við erum öll smám saman að komast á sömu síðu. Við eigum Ísland.is saman og ég vil sérstaklega deila því hér með ykkur að næsta skref í okkar vegferð er að opna Ísland.is enn frekar þannig að stofnanir, fyrirtæki og aðrir geti með betra móti hjálpað okkur að þróa þessar lausnir áfram. Það sé ekki bara þessi 20 fyrirtæki sem eru að vinna með okkur núna, heldur að fleiri geti komið inn, öfluga stofnanir geti komið inn og unnið þarna inni með okkur. Og samhliða þessu munum við leggja áherslu á þjálfun og fræðslu. Þjálfa okkar stjórnendur, fólki sem að vinna í stafrænu verkefnunum. En líka þjálfa fólkið á gólfinu sem að vinna að þjónustunni. Og það kannski mikilvægast, að það læri á ný tól, tækni og læri nýja hæfni. Þannig að þetta verður ákveðin áhersla hjá okkur núna á næsta ári að byggja upp þetta. Og markmiðið með þessu er einfalt. Við ætlum í sameiningu að einfalda líf fólks. Takk fyrir.